Í algebru, líkt og í annarri tegund stærðfræðinnar, þá þurfum við oft að margfalda inn í sviga. Og hér erum við með 2 dæmi og ég ætla að sýna ykkur hvernig þetta virkar. Þegar við erum með einhverja tölu fyrir utan sviga og það er ekkert sýnilegt formerki hérna á milli, þá er sinnum. Og ef við erum með tölu fyrir utan svona svig eins og hér, þá erum við alltaf að fara að margfalda allar stærðirnar sem eru inni í honum með þeirri tölu. Ástæðan fyrir því er að við megum ekki leggja þetta saman að þau eru ólíkar stærðir. Hérna erum við með stærð með óþekktri stærð, en hérna er þekkt stærð. En eins og áður segir, ef við ætlum að margfalda þá inn í þennan sviga á allar stærðirnar sem eru þarna inni, með tölunum fyrir utan, og í þessu tilfelli 2, þá myndum við fá þetta út á eftirfarandi hátt. Segja 2 sinnum 4x er 8x og 2 sinnum plús 3 er þá plús 6. Næsta dæmi er nú afskaplega keimlíkt, en þó þannig að talan sem er fyrir utan svigan liggur hérna hægra megin. Þá á ekki að skipta okkur neinu máli hvort hún liggi hérna megin eða hérna megin. Aðferðin er sú sama. Þannig að við margföldum inn í svigan, við margföldum inn á allar þær stærðir sem eru þar. Þetta er ein stærð og þetta er ein stærð. Og þá vorum við 4 sinnum 5 setur eru 20 setur plús 4 sinnum 2 er 8. Þetta eru þá loka svörin okkar hér.